Ég með spurningu úr Mattisi, kapla 14, versum 28-31. Drottinn kemur eftir að hafa verið í bæn við ströndina, lærisveinarnir eru í botnum og drottinn kemur gangandi á vatninu. Lærisveinarnir verða hræddir og hann segir við þá, verið rólegir, það er ég. Verið hugfastir, óttist ekki. Og hér spurning mín, systir. Á þessari stundu óttans, á þeirri stundu þrenginga þegar óttinn yfirgnæfir þolinmæðina og Pétur, sem hafði svo náið samband við drottinn og gekk á vatninu, þá kemur vindur, hann verður hræddur og það kom líka fyrir mig, systir. Og drottinn segir, hvers vegna efaðist þú, þá sagði ég veit það ekki, þetta spurning mín, systir, af hverju efumst við á þeirri stundu? Þegar við minnumst fyrirheitana, þegar við biðjum og stöndum stöðu, en svo kemur augnablik þegar vindurinn hræðir okkur. Hvernig getum við gert til að óttast ekki, systir? Jæja, við verðum að öðlast öryggi í Guði og sannfæringu. Stundum fæðast þetta öryggi og þessi sannfæringi okkur þegar við sjáum birtingu Guðs, þegar við höfum séð uppfyllingu fyrirheita Guðs, kraftaverk, tákn og óvenjulega hluti sem við höfum séð að Guð gerir. Það fær okkur til að verða staðföst og örugg. Þegar Guð notar okkur til að tala og gefa okkur fyrirheit, eins og í mínu tilviki, hefur drottinn alltaf talað til mín. Og allt sem ég sé í dag í kirkjunni, hvernig það hefur ræst, talaði drottinn við mig það áður og ég hef séð það uppfyllast. Þess vegna hef ég nú öryggi, vissu og sannfæringu í Guði. Þegar hann segir mér eitthvað trúi ég því og efast ekki. Til dæmis þar í Flórída, þar sem fellibyljir herja á hverju ári ganga þeir yfir sömu svæðin. Drottinn gaf mér fyrirheit. Hann sagði mér að á meðan ég væri þar myndi hann ekki leyfa að fellibyljur kæmi á það svæði þar sem ég er. Og drottinn hefur uppfyllt það. Fyrir 10 árum lofaði hann mér þessu og drottinn hefur haldið það fram til þessa dags. Á hverju ári þegar tímabili nálgast og í sjónvarpi og fréttum sagt að fellibyljur af flokki 5 sé að koma, þeir sterkustu, og að hann muni fara hér eða þar. Þá bið ég til drottins og segi, drottinn, fellibyljur að koma og hann svarar mér, hafðu ekki áhyggjur, ekkert mun gerast, þá treysti ég. Ég trúi því og treysti. Þetta get ég ekki sagt öllum, því sumir efast, sumir finna fyrir ótta og kvíða og efast. Af hverju efast þeir? Vegna þess að þeir hafa ekki lifað þá reynslu sem ég hef lifað með Guði. Þess vegna skil ég þá og dæmi þá ekki. Ég skila það sem þeir hafa ekki haft þessa reynslu með Guði, þá finnst þeim ótti og kvíði. Þess vegna segi ég þeim ofta ekki neitt. En þeir sjá að ég hef engar áhyggjur og þannig það, Guð varðveitir okkur og verndar okkur. Einu sinni komu fellibyljir og fóru yfir svæði þar sem sumar kirkjur voru, kirkjurnar í Tampa, Sarasota, Cape Coral og Marquette. Það voru kirkjur á þessum stöðum og fellibyljurinn fór þar yfir. Ég bað vegna þess að hann myndi ekki fara þar sem ég var, en hann fór yfir hinn svæðin. Ég sagði við drottinn, fellibyljurinn fer yfir Sarasota, sjáðu Tampa, og þar kirkja drottins í Tampa, í Sarasota, í Cape Coral og í annari kirkju sem ég man ekki nafnið á. Ég sagði, drottinn, þar líka börnin þín, þá sagði drottinn við mig. Þeim mun ekkert verða, en ég verða refsa fólkinu. Ég verða refsa fólkinu, en börnum mínum mun ekkert verða. Og þannig var það. Þökk sé drottni fór fellibyljurinn yfir og olli mikilli eyðileggingu, en bræðurnir í kirkjunni sluppu ómeiddir. Þeir mistu ekkert af efnislegum eigum sínum. Guð varðveitti þá. Þegar ég sé þetta frá Guði, þá fæðist styrkur í mér. Í mér öryggi, staðfesta og sannfæring. Ég verð sífellt sterkari, eins og tinnusteinn. Þá ekki lengur efasemdir eða vantreysti. Ég mun trúa á drottinn, trúa á Guð, því hann hefur sýnt mér það aftur og aftur. Það þetta, bróðir, sem við verðum að lifa, reynslu með Guði. En til að lifa slíka reynslu með Guði verðum við að elska Guð, gefa okkur honum, gera vilja hans, þóknast honum og hlýða honum. Það þannig. Þá umbunar Guð okkur líka með því að starfa á þennan hátt, hann talar við okkur og við sjáum að það sem hann sagði rætist. Það gerir mig staðfasta og örugga. Þannig það. Vilt þú hafa þessa staðfestu og þetta öryggi? Við skulum ekki tala hér Pétur, því á þeim tíma var hann rétt að byrja að kynnast drottni Jesú. Í þeirri reynslu sem þeir áttu á sjónum sagði hann, drottinn,
ef það ert þú, þá leyfðu mér að ganga til þín og drottinn sagði, komdu. Hann byrjaði að ganga en hann hafði ekki enn lifað margar reynslur með drottni. Þetta var kannski fyrsta reynslan hans. Þess vegna, þegar hann svo öldurnar og áttaði sig á að hann var að ganga á vatninu, kom ótti, efasemdir og hræðsla yfir hann. Þá segir að hann hafi verið að sökkva, því hann var rétt að byrja að kynnast Guði. En síðar, hvernig voru þeir? Þeir prédikuðu og gáfu líf sitt fyrir drottinn. Þegar þeir gáfu líf sitt, þá voru þeir orðnir eins og tinnusteinar, hjarta þeirra var orðið eins og demantur, eins og tinnusteinn sem ekkert hreyfði. Þeir höfðu séð hönd Guðs, þeir vissu hvernig Guð er, að hann talar og uppfyllir, að Guð er sannleikur, að Guð er raunverulegur. Þetta fær manneskjuna til að þroskast og byrja að treysta og hætta að efast. Það er þannig. Við öll verðum að fara í gegnum ferli, að byrja eins og börn þar til við verðum fullorðin í hinu andlega lífi. En reynsla með Guði kennir okkur að þroskast og kynnast Guði vel. Og þegar maður þekkir Guð, þá hefur maður ekki lengur ótta, hræðslu eða kvíða, né þarf að gráta yfir þessu eða hinu. Sá sem byrjar að gráta af ótta þegar honum er ógnað er að vantreysta Guði. Nei, ég mun ekki gera það. Ég treysti á Guð. Hann segir við mig, óttast ekki, því ég mun hjálpa þér, þakka þér, drottinn. Hann hefur sagt það, og það er nóg. Svona öðlumst við þessi staðfestu og sannfæringu. Svona lærum við að efast ekki Guð, með því að hafa þessar reynslur og lifa þær. Þess vegna hjálpa vitnisburðir sem fólk gefur í kirkjunni mjög andlegu lífi annara, því þeir styrkja þá og hjálpa þeim að hafa trú og traust á drottni. Þess vegna er vitnisburður gefin í kirkjunni til andlegar uppbyggingar trúara. Og í þeirri uppbyggingu felst andlegur þroski og staðfesta hjartans.